Hérna er dæmi 1 strákar, þetta eru 3 dæmi. Raðtengdar rásir, 1 spennugjafi, 1 viðnám, alls staðar eins. Og þið þurfum að finna hérna strauminn, hérna finnið þið viðnámið og hérna finnið þið spennugjafans. Hér er ómslagmálið, þetta er þrýtingur og þetta verður að muna. U-ið hérna er sama vaff, volt, þið getið sett bara vafflíkt það í staðinn. Og þið þurfum líka að kunna hinþrýtingi með vöttin, I sinnum U, þannig gæði hérna. Og þetta er vaff í raun sko, vaffið er bara upp á strikið í þeim báðum og þið setið hendina yfir það sem ykkur vantar. Hérna byrðum I, hendin yfir I, straumur jafnt og þið deilum viðnámi upp í spennu. Svona, 18 volt með 6 og þessi tala fyrir fyrstir í reiknivélina ykkar. Þið gerið 18 hérna, deilingamerkið 6 jafnt og 3 ampere. Þessi er fyrstir í vélina hérna upp á og svo hinn. Og þá 3 ampere. Hérna er það strauminn. Hér byrðum viðnámið, hendin yfir R, viðnámið jafnt og deilið straum upp í spennu. Svona, bingo, bingo, 5 ohm. Hérna við að finna spennugjafans og það er bara U, hendin yfir U er jafnt og þá margfaldið þið saman straum og spennu. Svona, bingo, bingo, komið. Þetta reiknaði með allir hafi verið með rétt. Þetta er svona bara basic og ef ekki þá bara farið í playlistan minn, smellið á ómlóðmál og þetta próf getið þið gert þar nema 2 síðustu dæmin. Það er allt á þeim lista. Fyrir síðustu 2 dæmin, þar finnið þið viðnám leiðara á playlistanum. Viðnám leiðara, það er fyrir dæmin þar sem þú að finna viðnámið í leiðarunum og hitta styrksbreytinguna. Það var þar. Og þau gefur allir hafa átt að segja á því að það var farið yfir á einföldum hætti í playlistanum. Dæmi 1 búið. Komum við til hann. Dæmi 2. Hér eru 2 viðnám raðtengd. Svona og hér er gefið upp, þetta er 16 ohm, þetta eru 14 ohm, hér eru 40 volt. Og heildar viðnám þessar rásar, tekum við nýja rás, 1 spennugjafi og 1 viðnám. Þessi 2 leggjum við bara saman og búin til 1 viðnám, þetta eru 30 ohm, 30 ohm og saman spennaði þetta 40 volt. Og fyrir í hér, straumin í hér rásinni. Hérna, svona, I er U delt með R. 40 volt delt með 30 ohm. Þetta er 1,333 eða ekki. Eitthvað leiðileg tala. Sjá. 40 delt með 30, 1,333 endalaust. Ampere. Svona. Og svo byggjum við spennuna hér yfir, hver er spennan hérna yfir, U er 1 og spennan hér yfir, U er 2. Hérna er bara strauminn hérna, 1,30, I er 1,30 og 3 ampere. 1,30 og 3 ampere. Þetta var að fara hérna. Svona. Nú finnum við hérna, það er að segja, U er spenna, resistor 1, spenna, resistor 1, spenna er viðnám nr. 1 hérna. Og það er jafnt og I sinnum R. Hérna er U I sinnum R. Og það er bara 1,33 ampere, það er nóg að hafa bara 1 eða 2 stæði, það skiptir ekki öllu máli. Og 16 ohm hérna og þið fáið út úr þessu eitthvað volt. Og hérna U er 2, það er sama straumur viðnám, jafnt og 1,33 ampere, sami straumur sokkar, sami straumur í raðtengdri rás og fáið til það eitthvað spennu þetta. Það er sama lagðar að gefa 40 volt. Svona. Og bara kýlum við á þetta. 1,33 sinnum 16. Sjá. Sinnum 16. 21,3. 21,3 volt og 1,33 sinnum 14 18,6 eitthvað svoleiðis
18,6 pluss 21,3, 40 volt, bingo, þetta rétt. Og svo bið ykkur að finna hvað eyðist mikið afl í viðnaminu hér. Hve mörg vött eyða sem hiti hérna. Og þá þetta hendinu vött. Vött jafnt og straumur í gegnum íhlut sem spennan yfir íhlutin. Og nú búin að finna það út að hér eru, spennan hérna, 21,3 volt. Svona. Og straumurinn þetta hér. Við bara margum saman hennar straum sem spennuna hér, þá fáum við vöttin. Þannig að vött R1 jafnt og I R1, straumur í gegnum R1, sinnum spennan yfir R1. Og þetta 1,33 ampere sinnum 21,3 volt. Og þetta gefur okkur einhver ampere. Þetta einhver tæpum 30 ampere sjálfsagt, 1,33 sinnum 21,3, 28,3 vött. Svona. Þetta sem við vorum að gera núna, þetta svona lykillinn að því að þið áttuð ykkur á hvernig raðtengdar rásir eru. Það sami straumur í gegnum alla íhlutina. Þetta viðnam hér og spennugjafan, vírin hér. Allstaðar 1,33 ampere sem ákveðin fjöldi rafeinda sem streymir hér niður. Alltaf sami fjöldi rafeinda á hverjum stað. Og spennan svo bara margfaldið af straumum hér í gegn, sinnum viðnamið til þrengingin hér. Meiri þrenging, minna svona gat, þá meiri spenni yfir það. Og hærri tala í viðnamum, það meiri þrenging. 300 ohm miklu meiri þrenging heldur en 16 ohm. Ok? Þetta held ég að séu mér líka hlættur. En næsta dæmi, þar smá innsæi. Og ég ætla að fara yfir prófið hjá okkur. Það voru gaman að einhvern gekk með það. Og hann sjá, það var sem sagt alveg eins teiknað nema að hérna vantaði eitthvað. Sjá, spennugjafi, viðnám, svona, og það sem hann gefið upp, hér eru 60 volt hérna, hér eru 18 ohm, og hér gefum við strauminn. I jafnt og 2 ampere. Og þetta gefið upp. Það ekki gefið upp meira. Og þá spyr ég ykkur strauminn í gegnum R1 hérna og í gegnum R2. Sami straumur. Það eru 2 ampere hér og hér. Þannig að I R1 og R2 jafnt og 2 ampere. Þetta svarið við spurningur 1. 2 ampere gegnum bæði. Og ég spyr ykkur hver spennan yfir R1 hérna og hver spennan yfir R2 hér. Og þá þurfum við, það ekki vant að finna spennuna hér yfir. Því hér vitið þið tvennt. Þið vitið sem sá strauminn og viðnamið. Og þá finnum spennuna hérna. Og þá eigið að hafa innsæi til átt ykkur á því að þessi spenna pluss þessi spenna 60 volt. Þannig að hérna UR1 jafnt og I sinnum R jafnt og 2 ampere sinnum 18 ohm. Og þetta einhver tala. 2 sinnum 18, ekki 36. Jú, þetta eru 36 volt. Þannig að spenna hér yfir ef við 36 volt, ef mæli hérna þetta viðnám hérna, þá mælum við hér 36 volt. Og UR2 þá bara jafnt og 60 mínus 36 volt. Þetta er 24 volt. Sjá, ég svo gamall, ég þarf ekki að gera þetta í reiknivél. Jú, 24 volt.
Þetta eina leiðin til að finna spennuna við R2. Það að draga þessi spennu hér, þetta höfuðvöldin, frá 60. Og það sjáum við að spenna hér 24 volt. Þær lagðar saman eru 60 volt. Þetta geti hafa staðið í einhverjum ykkar að hafa þessa reynslu að átta ykkur á því að spennan hér þessi spenna hér mínus 60. Og þá vitum við tvennt R2, við vitum spennun yfir það, 24 volt, og við vitum að stöfur gegnum það 2 ampere hérna, öll rásin 2 ampere, það gefið upp hérna, 2 ampere, og það getur við fundið hvað það er stórt. R2 jafnt og U deilt með I. 24 volt deilt með 2 ampere jafnt og 12 ohm. Svona. Þannig að þetta, hvernig gekkum við þetta dæmi hérna almennt? Gátu þið þetta flestir? Tell me. Hérna eru 22 ohm, 22 ohm, 38 ohm og 30 ohm. Og hér það að finna heildarviðnámið. Einar rafstokar hérna, þessi eitt viðnám. Þessi 3 viðnám samanlögð. Getur í huganum. Þetta eru 80 ohm. 30 pluss 20 eru 50, 58, 60, 70. Það ég að gera þetta 90. Var þetta ekki 90? Sjá. 22 pluss 38 pluss 30. Þetta eru 90. Svona. 90 ohm. Og þá getum við fundið strauminn í heild sem sá sami hér í gegnum all viðnáminn. Byrjum að leggja allt saman og allt sitt hér 150 volt. Og I það bara hutast með R 160 volt deilt með 90 ohm og hérna fáðu ykkur straum. Sjá 160 deilt með 90 1,77 ampere. 1,77 ampere. Þau eru hér. 1,77 ampere eru hérna og hér í allstaðar hérna. 1,77 ampere. 1,77 ampere. Gegnum hvert viðnám það er 1,77 ampere. Og nú það að finna spennurnar yfir öll viðnámin. Hérna. Þú þetta bara út. Búin að finna strauminn, hún komin hingað, það má fara. Svona. Svona. Hérna. UR1. UR2. UR3. Spenna resistor 1. Hendin yfir U. Straumur sinnum viðnám jafnt og I sinnum R. I svo sama allstaðar. 1,77 ampere. 1,77 ampere sinnum 22 ohm. Einhver spenna. Hérna 1,77 sinnum 38 ohm. Einhver spenna. Hérna 1,77 ampere sinnum 30 ohm. Einhver spenna. Samanlagt 160 volt. Pluss. Samanlagt. Vonandi. Nú prófum við þetta. Þetta veltur svo á því hvernig nákvæmt hvað ég hef margar sjöur. 1,7777 þá fæ ég nokkra væri tölu. Við höfum bara tókastæði. 1,77 sinnum 22 38,9. Þetta eru örugglega 40 volt. 1,77 sinnum 38 67,3 volt. 1,77 sinnum 30 53,1 volt. Þetta pluss þetta, að sjá. 38,9 pluss 67,3 pluss 53,1
159, já, það er sama, þetta passar. Svona getur þú alltaf tekkað á því hvort þið að gera rétt með því að leggja spennuföllin saman og svo spyr ég hve mörg vött eyðast hér í R3 hérna. Vött R3. Vött jafnt og straumur gegnum R3 sem er spennan yfir R3. Jafnt og 1,77 ampere sinnum 53,1 volt. Þetta er svakalega mörg vött. Þetta er bara glóandi heitt innan. 53,1 sinnum 1,77 93,9 vött. Þið fáið rétt fyrir því þótt að vera 90 eða 95, mér er alveg sama. Ég vil bara sjá að þið áttu hvernig þið eru að margkvarta saman spennuna í viðnámið, straumin í gegnum það. Vitið hvað vött eru? Hákar, allir með þetta? 3 viðnám hraðtengt, easy peasy. Og þeir sem voru að klúra þess á prófinu, engar áhyggjur, ég opna þetta aftur, taka 2, þið dúlaði þessu eins og þið viljið. Ég vil bara að þið geti gert það allir og allir stilið þetta. Og þá var ég bara sáttur. Þetta er bara erfitt fyrir ykkur, hangar þetta þess að tölvu heima hjá ykkur, allt í vesinni. Þannig að ég var endilega að fara að labba. Ykkar hreyfi ykkur aðeins, með þess að ég klikka á því og fyrir allt í rugl. Heyrðu, næst okkar koma 2 viðnám hliðtengd. Hérna, spennugjafi og 2 viðnám hliðtengd. Svona. Ef þið væru raðtengd. Svona. Bara tökum þetta dæmi. Þetta er 12 ohm. Þetta er 16 ohm hérna. Hérna 12 ohm, 16 ohm. Munurinn á þessum 2 rásum er heildarviðnámið. Hérna leggið það bara saman. Jafnt og 1 viðnám, 16 pluss þetta eru 28 ohm. 28 ohm hérna. En hérna þetta er hliðtengt, heildarviðnámið hér. 12 sinnum 16 deilt með 12 pluss 16. Sjá. 12 sinnum 16, einhvern tala. Deilt með 28 það ekki. 12 pluss 16. Þetta eru 6,85 ohm. Þetta er jafnt og rásinn svona með einu viðnámi hérna með 6,85 ohm. Þið sjáum mjög af þessu. Ekki rugla saman okkar hliðtengingu og raðtengingu. Jafnstór viðnám. Þessi rás er 28 ohm, þessi er 6 ohm, eða 6,8 ohm. Hinn aðferðin hérna var munið 1 á móti 12 pluss 1 á móti 18, nei 16, einhvern tala, deilt upp í 1, gefur ykkur það sama, 6,85 ohm. Þið ráðið hvort út af þessa aðferð eða þessa, skiptir engu máli. Þessi er létt, betri að það er mörg viðnám, 3 eða 4 eða 5. 2 viðnám, þá þessi er oft einfaldari. Og þetta þurfum við að hafa á hreinu. Munin á raðtengdum viðnámum, þið leggjum við bara saman. Hliðtengt viðnám, til að finna heildarviðnámið, þurfum við að gera þetta ævintýri hér eða þetta hér. Ok. Og já, það þarf að segja að þetta er þá komið hérna. Ég teikna hérna bara rásina svona með einu viðnámi hérna. Þessi síðasta liðinu sem átt að gera þetta. 6,85 ohm. Þetta kemur okkur ekkert við í næstu dæmum. Ég þarf að segja næstu þrepum í þessu dæmi. Þessa rásstrákar getum við teiknað líka með spennugjafann í miðjunni.
Og þá sjáum þið það að það er sama spenna. Hér er hvað var þetta hátt í spennu? 16 volt hérna. Hér eru 16 volt, 16 volt og hér eru 16 volt. Þetta hendar hér yfir. Þetta viðnám hérna sé bara spenningjáfa hér. Og þetta viðnám hér sé bara spenningjáfa hérna. Það eru 16 volt yfir þetta viðnám hér og 16 volt hér. Líka hérna. 16 volt hérna, við viðnámið hér og 16 volt hér. Í hliðtengdum rásum sama spenna yfir öll viðnámin. En sitt hvor straumurinn. Í raðtengdum rásum þá var það sami straumur en sitt hvor spennan. Þannig að hérna sem sagt, þið notuðu bara saman þegar við byrjum að finna heildarviðnámið. Þetta ævintýri hér, þetta hér, hérna, heildarviðnámið. En þegar þið erum að finna strauminn hér niður, í hér, í R1 og hér, í R2, þá eru bara 16, þá eru þið að reyna að reikna bara 2 sjálfstæð viðnám sem koma hvort öðru ekkert við. Straumurinn hér í R1 er bara þetta viðnám hérna, svona, og hér eru bara 16 volt hérna, yfir þetta viðnám hérna, og það er 12 ohm, og meira þurfum við ekkert að vita. Þetta er bara svona. Við finnum bara I. I er jafnt og viðnám deilt í spennu. Svona. Hér er bara 16 volt, deilt með 12 ohm, og þið fáið ykkur ohm út úr þessu. Nei, ykkur straum, sem er hér. 16 volt, deilt með 12, 1,33 ampere. 1,33 ampere er hér niður. Þetta viðnám hérna. Hér er 1,33 ampere. Hérna niður. Hitt viðnámið, alveg eins, saman spenni við það. Eitt svona viðnám, 16 volt yfir það, hérna, 16 volt. Og það er 16 ohm. Okay. Og I hérna, I er jafnt og U deilt með R, 16 volt deilt með 16 ohm, 1 ampere. Þannig að hérna niður, hér er 1 ampere. Og hérna líka, hér er 1 ampere og hér er 1,33. Hérna hins vegar í vílnum hérna, þessi straumur og þessi er lagt saman, þannig að hér eru 2,33 ampere. Inn í spennugjafann og út úr spennugjafanum eru 2,33 ampere og þau síðan stiftast, hér er 1,33 og hér er 1. Við getum fundið þetta hérna líka með því að deila heildarviðnáminu upp í 16. Nú prófa það. 16 volt deilt með 6,85. Þetta á að gefa okkur 2,33 ampere. Og sjá, 16 deilt með 6,85, 2,33. 2,33. Ég bið ykkur ekki að finna heildarstrauminn minni mig. Jú, við byrjum það líka. Það er komið, já. Dæmi 5. Búið. Sem sagt okkar, hliðtengd rás, getið litið á hana, þið litið á hana sem að þessi viðnám vinna saman, þegar ég byrjum heildarviðnámið, ég gerði þetta hér að hér. Allt þess utan erum við bara með stök viðnám, með spennugjafans yfir sig, og þeir eru ekkert að spá í hitt viðnámið. Þeir eru ekkert að leggja algjörlega sér, þannig að hér legg algjörlega sér, hér er einhver straumur, hann leggt saman hérna og verður samtalan hér. Þetta er spennugjafann. Þetta er líka fundið hana með því að nota heildarviðnámið og deila því upp í spennuna, þá fáum við út heildarstrauminn. Ok. Já. Næst tökum við 3 viðnám hliðtengd. Og nú hafið þið val að nota einn á móti 3 sinnum eða nota sinnum aðferðina og gera þetta í 2 þrepum. Við skulum taka báðar þessar aðferðir. Svona.
sko, hérna, spennugjafi og 3 viðnám hér. Svona, svona og svona og svona og svona. Og hérna eru 22 volt, 20 ohm hérna, 12 ohm og 10 ohm. Og ég spyr hver er spennan yfir þetta viðnám og þetta viðnám. R1, R2, R3 er jafnt og 22 volt. Sama spenna yfir öll viðnámið 3. Spenna spennungjafans er yfir öll 3. Ekki klikka á þessu. Og svo spyr ég ykkur hvað er heildarviðnám þessara rásar. Það er að segja, þessi 3 viðnám, hendum þeim, eitt í staðinn. Og þá höfum við svona taka aðferðina, við skulum byrja hérna á 1 á móti. 1 á móti 20 pluss 1 á móti 12 pluss 1 á móti 10 er einhver óþekkt tala. Við deila henni upp í 1 og fáum út viðnámið hérna. Og við skulum byrja að breyta bara þessu í það sem heitir bara, þú veist, í 2 hérna. Já, í 2 brot eða jafnar tölur. Þá bara gerir ég hérna 1 deilt með 20 í viðnámið mína. Þetta er 0,05. Það leggst við þetta hérna 1 deilt með 12 0,0833 og það leggst við 1 með 10. Það er líka bara 0,1. 1 deilt með 10 0,1. Þetta lagt saman, þetta pluss þetta pluss þetta er x-ið hérna. Við deilum því upp í 1. Þannig að 0,05 pluss 0,08333 pluss 0,1 er jafnt og 0,233. Og þá þetta jafnt hérna 1 á móti 0,233. Þetta er x-ið. Út úr þess að fá ykkur að tölvu. 1 deilt með ansver hérna 4,28 ohm. 4,28 ohm. Þetta er líka gert það bara í einu gói hjá okkur í reiknivélinni. Þá lendi ég smá vandar og það er að þennan eina fyrst inn og svo deilt í svíinn þetta brot pluss þetta brot pluss þetta brot, loka sveganum og það fá þetta út. Þetta væri þá líklega á ykkar reiknivélum gert svona 1 deilt með svíinn og svo 1 á móti 20 pluss 1 á móti 12 pluss 1 deilt með á móti 10, svíi lokast jafnt og. Þá ættu það að fá það saman út. Prófa það. Sjá. 1 deilt með svíinn, 1 deilt með 20 pluss 1 deilt með 12 pluss 1 deilt með 10, svíi lokast jafnt og samantalan. Ok? Þannig að þetta er aðferðin þegar þið notið 1 á móti. Mörg viðnám, mjög þægilegt að gera bara svona. En nú skulum við, já, tökum hérna, maður sjá. Þetta er sem sagt 1 viðnám hér, svona, og viðnámið er 4,28 ohm. 4,28 ohm. Og hér eru 22 volt. Svona. Nú ætlum ég að gera þetta í 2 þrepum með hinni aðferðinni. Og þá bara byrjum við til að velja hérna einhver 2 viðnám hérna og búa til 1 viðnám úr þeim. Tökum bara þessi 2 hér, svona. Þetta er þá jafnt og 20 sinnum 12, deilt með 20 pluss 12 og þetta, nú vil ég bara gera 1 viðnám úr þessu 2 hérna. Og þetta er bara jafnt og 20 sinnum 12 er jafnt og hérna, deilt með 20 pluss 12, svo ég lokað svona. Þetta eru 7,5 ohm og þetta er nýja rás hérna. Þetta er nýja viðnámið hérna, 7,5 ohm og hitt hér er ósnert. Það er 10 ohm hérna, þetta er 10 ohm og núna er það bara 7,5
sinnum 10 deilt með 7,5 pluss 10 og þetta var að gefa mér svo tölu hérna, 4,28. Sjá, 7,5 sinnum 10 deilt í svíinn 7,5 pluss 10, svíi lokast, jafnt og 4,28. Þannig að þið ráðið hvað aðferðinni notið. Já, einn á móti, eða þess að hér, þá þurfum við að gera 2 þrep. Taka 2 viðnám, búið til 1 úr því, þetta nýja rás með þessu eina, sem er þessu hérna, ringur, og svona, og aftur svona. Ok, up to you. Það er líka að byrja hvort þið þurfið helst að hafa reiknivél. Símarnir eru oft ævintýri. Það er langt jöfnir myndum kannski að hringja hjá okkur í miðju dæmi, sko. Hvað gerði þið þá? Svona. Og hvað áttu að gera meira hérna? Já, ég var á snöggur. Hver er staumurinn í gegnum R1 viðnámið? Ég var aðeins snöggur að þessu. Hérna eru 3 viðnám hérna. Svona. Það er svona. Og við erum búin að finna út hérna að hér var 1 viðnám hérna 7,28 ohm. Og ekki 22 volt hérna. Ég þurrkar þetta út og snemma. Við erum beðið að finna hérna heildarstrauminni hengirásunni. Nei, heildarviðnámið, ok. Og hver er straumurinn í gegnum R1? Hérna, R1 20 ohm hérna. Hérna, fyrir við I hér, I hérna niður. Og þá erum við raun bara með 1 viðnám svona, hérna, með 22 voltum yfir sig. 22 volt, bara spennugjafinn hérna yfir það. Og það er 20 ohm. Og straumurinn hér I, hérna, U deilt með R. 22 volt deilt með 20 ohm, þetta er 1,1 ampere. 22 deilt með 20, 1,1 ampere. Þetta er svarið við síðasta leginum. Þetta var heildarviðnámið hérna. Og spennan yfir öll er bara 22 volt hérna. 22 volt hér, hér og hér. Það byrjum þessi þrjú svör í dæmi 6. Ok, nú tekið það út. Næst okkar kemur blöndurás. 1 viðnám raðtengt við 2 hliðtengt. Og þá bara breytum þessu hliðtengda strax í 1 viðnám. Og sjá, hér er það. Svona.